Komið sæl, góðir gestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á þennan annan hádegisfund í nýrri fundaröð Háskóla Íslands fræði og fjölmenningu. Við vorum með síðasta fund í nóvember, síðasta mánuði, og hann var haldinn í hátíðarsal Háskóla Íslands. Við erum hér í Þjóðminjasafninu og ástæðan aðalega svo að það eru próf í gangi í háskólanum, en við þökkum Þjóðminjasafninu kærlega fyrir að veita okkur aðstöðu hér. Og það sem ég langaði að segja er að íslenskt samfélag verður fjölbreyttara með hverju árinu sem líður, og þá þróun skynjum við sterkt á öllum fræðasviðum Háskóla Íslands, bæði í viðfangsefnum rannsókn og náms, en ekki síður í fjölbreyttum starfsmanna- og nemendahópi. Þessari þróun fögnum við, enda starfar háskólinn eftir þeirri samferringu að fjölbreytni ýti undir nýsköpun og framþróun samfélagsins. 10% nemenda Háskóla Íslands koma erlendis frá. Það er þó áhyggjuefni að hlutfall háskólanema sem eru innflytjendur endurspeglar ekki nægilega vel hlutfall innflytjenda í íslensku samfélagi. Þetta er ein af þeim áskorunum sem blasa við fjölmenningarsamfélögum. Þessar áskorun þarf íslenskt samfélag að mæta festu með lausnamiðuðu hugafari, vandaðri og upplýstri samræðu og samvinnu. Fjölmenningarsamfélag er samfélag fólks á öllum aldri. Því er mikilvægt að huga sérstaklega að þátttakendur í því til lengri tíma litið, það er að segja börnum og ungu fólki af erlendum uppruna. Háskóli Íslands gegnir hér mikilvægu hlutverki, og það hlutverk rækir hann meðal annars með því að stuðla að fræðslu, rannsóknum og stuðningi við upplýsta umræðu málefni innflytjenda, flóttafólks og hælisleitenda, og þessi fundaröð er einmitt liður í því. Á þessum fundi hér í dag verða flutt 3 erindi sem fjalla menntun og fjölmenningu. Eftir að allir 3 framsögumenn hafa lokið máli sínu gefst okkur síðan tími fyrir spurningar og samræður. Við verðum ekki hér með pallborð, en við reynum bara að hafa þetta eins óformlegt og hægt er, en fólki verður boðið að koma hér upp í ræðustóli eða standa og hvernig sem við viljum hafa þetta. Framsögumenn hér í dag eru þau Hanna Ragnarsdóttir, prófessor í fjölmenningafræðum við Menntavísindasvið Háskólans, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, og Kristrún Sigurjónsdóttir, deildarstjóri móttökudeildar í Lækjarskóla. Hvert þeirra mun tala í það bil 15 mínútur. Hanna ætlar að hefja leikinn, en hún mun fjalla hvers konar umgjörð íslensk menntastefna, lög og námskrár mynda fyrir fjölbreytta nemendahópa, einkum börn af erlendum uppruna. Dagur mun síðan segja frá nýrri fjölmenningastefnu fyrir skóla og frístundastarf Reykjavíkurborgar, Heimurinn er hér, sem tók gildi á síðasta ári. Stefnan tekur til alls lærdómsumhverfis barna og ungmenna með tilliti til fjölmenningar. Kristrún ætlar svo að lokum að ræða reynslu Lækjarskóla af því að taka á móti börnum af erlendum uppruna og hvernig sú reynsla hefur og mun nýtast við móttöku flóttabarna og barna hælisleitenda. En nú er komið að fyrsta erindi þessa fundar, og eins og áður sagði er það Hanna sem mun ríða á vaðið, síðan kemur Dagur og síðan Kristrún, og ég mun ekkert kynna í millitíðinni. Hanna, gerðu svo vel. Komið í sæl í hérna að finna glærurnar mínar. Já, ég var beðin að fjalla hérna umgjörð í raun og veru í lögum og námskrám. En kannski fyrst byrja á því að minna á að fjölmenningarsamfélag í víðum skilningi er samfélag fjölbreytileikans, fólks af ólíkum uppruna og kyni, fólks með fötlun, með ólík tungumál, menningu og trúarbrögð og öllum aldri. Þannig að það er þetta víða hugtak sem við þurfum að hafa í huga, skilgreining á því, þó að við séum hérna kannski fyrst og fremst að beina athygli að börnum af erlendum uppruna. Þegar við erum að hugsa þetta umhverfi, þessa umgjörð í lögum og menntastefnu, þá þurfum við að hafa í huga stigin öll, þessa lagskiptingu. Þannig við erum með lög, við erum með aðalnámskrár, svo erum við með skólastefnu sveitarfélaga fyrir leik- og grunnskóla, og svo erum við með stefnur og námskrár
einstakra skóla og svo erum við innleiðinguna á öllu þessu. Þannig að þetta í mjög mörgum lögum og þetta ekkert einfalt mál fyrir einstakra skóla og kennara að framfylgja þessari umgjörð. Ég ætla að byrja því aðeins að segja ykkur frá tölum, svona sjá hvernig veruleikin hjá okkur í dag. Börnum í leikskólum með erlent móðurmál hefur fjölgað töluvert mikið frá því að fara að verða að taka saman þessar tölur. Nú eru þau 2197, eða 11% allra leikskólabarna og þið sjáu þannig fjölgunina frá 1998. Og í grunnskólum þá eru þau núna 3275, 7,6% allra nemenda í grunnskólum. Þannig að fjölgunin á báðum þessum skólastigum töluvert hröð og mikil. Þess ber að geta að hlutfall þessara nemenda og barna mjög misjátt eftir skólum og landsvæðum og sums staðar eru þau í meirihluta. Við megum ekki gleyma því að sums staðar eru þetta meirihluti barna í skólum. En hvers konar umgjörð höfum við til að takast á við fjölbreytileikann? Skoðum það aðeins. Við erum náttúrulega með í stjórnarskrá Íslands ákvæði að öllum skuli tryggður réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Það hefur verið svolítið framsækið, það sem fór fram þegar þessi stjórnarskrá var sett. En síðan erum við náttúrulega með samning Sameinuðu þjóðanna ríttindi barnsins og það náttúrulega kveðið á að öll aðildarríki þurfa að viðurkenna rétt barns til menntunar og svo eru ýmsar leiðir til að framfylgja því, koma á skyldur til grunnmenntunar, stuðla að þróun ýmiss konar framhaldsmenntunar, veita öllum kost á æðri menntun og sjá til þess að upplýsingar og ráðgjöf nám og starfsval séu fyrir hendi og aðgengilegar öllum og gera ráðstafanir til að stuðla reglur í skólasókn. Þannig að þetta töluvert ítarlegt þarna hvernig á að takast á við eða framfylgja þessu ákvæði. Og það meira í þessum samningi sem við tölum yfirleitt sem barnasáttmála. Við gleymum stundum í umræðum skólamál á Íslandi. Þarna til dæmis talað að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu, móta virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi, móta virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri arfleifð, tungu og gildismati, þjóðlegum gildum þess lands eða býr í og þess sem það kann að vera upprunnið frá og öðrum menningarháttum, undirbúa barnið til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis, karla og kvenna og vináttu milli allra þjóða, þjóðhátta, þjóðernis og trúarhópa og fólks af frumbyggja ættum og móta virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi mannsins. Þannig að þarna eru heilmargir þættir sem hafa ber í huga og þetta eru lög á Íslandi í dag, þessi barnasáttmáli eru núna lög. Þannig að þarna þarf skólafólk líka að hafa í huga hvaða skyldur þetta leggur á herðar allra sem koma að skólastarfi. En færum okkur yfir íslensku lögin, hvað kemur fram í þeim? Hér eru nokkur lykil hugtök og megin áherslur í lögum leikgrunn og framhaldsskóla á Íslandi. Háskólastigi þarnast svo kannski sérstaklega athygli en það ekki til umfjöllunar hér í dag. En þarna eru þættir svo sem lýðræði og jafnrétti, ábyrgð, umburðarlyndi, virk þáttaka, sjálfstæð hugsun, víðsýni, umhyggja, virðing fyrir manngildi, kristin arfleifð íslenskra menningar sem dálítið umdeilt ákvæði en þarna samt fyrir hendi, alliða þroski, nám við hæfi hvers og eins, samstarf heimili og skóla. Þannig að þetta eru svona gegnumgangandi þættir í lögum á þessum 3 skólastigum. Og hér eru svona dæmi hvernig þetta birtist til dæmis í lögum leikskóla. Ég rauðlitaði bara þessi hugtök, þau eru þarna öll. Ég ætla ekki að fara að lesa þetta allt upp, en þetta semst önnur grein starfshætti leikskóla og þarna líka að tala meginmarkmið uppeldis og kennslu. Mér langar aðeins að nefna að það ástæða til að vekja sérstaklega athygli á leikskólastiginu þegar málefni barnaverndum uppruna eru rædd. En þar á sér stað samstarf og samtal barna, foreldra, kennara og stjórnenda og hefur reynst mörgum foreldrum og starfsfólki
og börnum af erlendum uppruna mikilvægt í aðlögun að nýju samfélagi. Þannig stundum við tala þetta stig sem nokkurs konar skref inn í íslenskt samfélag. Og á Íslandi eins og á Norðurlöndunum leikskólastigi mikilvægur hluti af mennta- og velferðarkerfi samfélagsins og hafa bara í huga að mjög stórt hlutfall barna sækir leikskóla og á aldrinum 3–4 ára þetta 97% barna á Íslandi. Að vísu eitthvað fari í yngstu og elstu aldurshópunum. Þannig að þarna mikilvægur vettvangur til að tengjast fjölskyldum og börnum á erlendum uppruna. Þetta fyrsta skólastigi samkvæmt lögum á Íslandi og leikskólar bera ábyrgð á uppeldi og menntun allra barna sem þá sækja til 6 ára aldurs að ósk foreldra óháð getu, uppruna, tungumálum og trúarbrögðum. Svo ég snúi mér aftur að þessum lykilþáttum og áherslum, þá koma þau hérna líka fram þessi þættir í lögum grunnskóla og þarna eru þessi hugtök og þættir rauðlituð líka í markmiðum markmiðum fyrir grunnskóla og hlutverkum. Svo þið sjáu hvað þau eru sýnileg og koma víða fram og einnig í lögum framhaldsskóla. Þetta eru mjög sambærilega nálganir og áherslur af þessum 3 skólastigum. Þannig að þetta þessi stóra umgjörð og hún höfðar í raun og veru til fjölbreytileikans í samfélaginu í víðum skilningi. Þarna ekki bara verið að tala börn af erlendum uppruna, heldur fjölbreytileika almennt og alla nemendur. En svo erum við að auki sér ákvæði í lögum grunn- og framhaldsskóla móttöku áætlanir nemenda með annað móðmál en íslensku, rétt þeirra á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli og heimild til að viðurkenna kunnáttu þeirra í eigin móðmáli. Þannig að sér ákvæði og þau fjalla meðal annars að skólar skuli setja sér móttöku áætlanir fyrir nemendur með annað móðmál en íslensku. Kennsla skal fara fram á íslensku en það heimilt að nám fari fram á öðrum tungumálum en íslensku. Upplýsingar til foreldra skólastarfið, réttur til túlkaþjónustu fyrir foreldra og móttöku áætlun skal taka mið af bakgrunni nemenda, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum og réttur nemenda með annað móðmál til kennslu íslensku sem öðru tungumáli og stefnt að virku tvítingi sem mikilvægt mál hérna líka. Og svo þetta ákvæðum að skólanum sé heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðumáli nemenda með annað móðumál en íslensku sem hluta á skyldunámi. Og því framfylgt nú þegar í töluverðu mæli. Ef við höldum svo áfram að skoðum aðal námskrárnar og þá menntastefnu sem birtist þar. Þessi menntastefna reist á 6 grunnþáttum í aðalnámskrám, leik-, grunn- og framhaldsskóla og þeir eru leiðarljós við námskrárgerðina og þetta eru þessi 6 þættir: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Og þeir eru svo útfærðir nánar í aðalnámskránum töluvert ítarlega. Og í þessum grunnþáttum felst heilmikið viðurkenning á fjölmenningarsamfélaginu og hvernig nám þarf að fara fram í slíku samfélagi og þeir eru auðvitað í takt við lögin. En aðalnámskrárnar eru að vissu leyti framsæknar og leggja áherslu á lýðræðislega valdeflandi og réttláta menntun leið og kennarar eru hvattir til að bregðast við þeim áskorunum sem samfélagsbreytingarnar hafa í för með sér. Og eins og í lögunum eru áherslur á jöfn tækifæri til náms, námið hæfi hvers og eins og nemendur verði virkir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Skólastarf gerir þá virka og sjálfstæði í námi sínu og kennsluhættir veiti öllum nemendum tækifæri til að nýta hæfileika sína og megi ekki mismuna nemendum. En þetta mjög skýrt áfram. En hver svo staða nemenda af erlendum uppruna í skólakerfinu? Ég gat ekki annað en haft þetta með því við erum búin að tala hérna þessa umgjörð sem í raun og veru mjög opin og styðjandi og jákvæð fyrir fjölmenningarsamfélagi. Hér eru niðurstöður PISA frá 2000 til 2012, þróun í lesskilningi á þessum tíma og þarna eru hópar innfæddra nemenda og innflytjenda. Sem sagt innfæddir eru bláir og innflytjendur eru gula línan. Bilið í námsárangri breytt eins og þið sjáið
og fer hugsanlega breikkandi. Þó þetta ekki alveg kannski marktækt vegna þess að það voru mjög fámennu hópar árið 2000 af innflytjendum í þessari könnun. Þeim fer fjölgandi. En bilið mjög breitt. Þannig að þrátt fyrir umgjörðin sem ég hef rætt hér sé að mestu leyti hliðholl fjölbreytileikanum hefur innleiðingin ekki tekist nægilega vel. Og mig langar að fara í örstuttu máli yfir hvernig má bregðast við því. Fjölmenningarlegt skólastarf verkefni sem vex mörgum í augum. Og ég hef stundum sagt við mína nemendur að það sé mikilvægt þegar við ætlum að innleiða fjölmenningarlegt skólastarf og þá stefnu sem okkar lög og námskrár setja, að skoða hérna ýmsu þætti skólastarfs og huga að breytingum á þeim svona kannski í bútum til að mæta vaxandi fjölbreytileika nemendahópa. Og ef ég stikla á stórum þessa þætti sem ég hef hérna sett upp, þetta svona bara ein leið til að skoða þættina, aðskilja þá til að þetta verði ekki of yfirþyrmandi breytingar. Ef við hugum að námskrá, þá þarf hún að vísa til dæmis í veruleika og reynsluheim allra nemenda og hafa merkingu fyrir þau. Það þarf að vera rými til að ólík sjónarhorn fá að njóta sín og það þarf að auka hlut gagnrýninnar hugsunar. Virkja kennara, foreldrar og börn í þróun námskrárinnar. Ef við horfum á kennslufræði og kennsluaðferðir, þá þurfa þær að tryggja að allir nemendur hafi aðgang að náminu og leggja áherslu á að kennsluaðferðir miða samvinnu, samskiptum, samstöðu og virðingu. Námsmat þarf að taka tillit til fjölbreytileika í nemendahópnum og ólíkra hæfni einstaklinga, til dæmis fjölbreytni, alhliða námsmat, mismunandi leiðir til að meta árangur. Skipulag, það getur þurft að huga því líka, og stjórnun. Skipulag þarf að vera sveigjanlegt og opin form, svo sem ýmis konar hóp, skipulag og vinna og teymisvinna. Og margt af þessu nú þegar fyrir hendi. Það mikilvægt að kennarar, foreldrar og nemendur hafi aðgengi að stjórnendum og ákvarðanir séu teknar á lýðræðislegan hátt. Og ekki síst séu börn og foreldrar virkir þáttakendur í mótun skólastarfsins. Það þarf líka að huga að umhverfi og námsefni og öðrum efni við. Umhverfið þarf að gefa skýr skilaboð að öll börn séu jafn mikilvæg og virðing sé borin fyrir þeim öllum. Það þarf að huga skilaboðum beinum eða óbeinum sem felast í námsefni, bókum, myndum og öðru þeim efni við sem notaður í skólanum. Það þarf að spyrja hvort efni sé hliðhollara einum hópi barna en öðrum og hvort margbreytileikinn sé sýnilegur, til dæmis á myndum, í kennslubókum og öðru efni. Það þarf að huga því að börn finni eða geti fundið samsvörun við reynslu sína í efninu. Það geti speglað sig í því ef við getum komið svo orði. Samskiptin og tengslin innan stofnunarinnar, skólabragurinn og skólamenningin, það þarf að vera öllum ljóst í skólastarfi að það sé byggt á jafnréttisgrundvelli, að sé borin virðing fyrir öllum nemendum og unnið sé markviss gegn ójöfnuði. Og ef að svo ekki, þarf að eiga sér stað viðhorfsbreyting innan skólans. Það þurfa allir að vera með í þessu ferðalagi. Tungumál skólans. Það mikilvægt að huga því hvað tungumál eru notuð í skólanum og hvernig þau eru notuð, hvernig þau eru kennd. Og einnig að allir nemendur fá tækifæri til að nota móðurmál sín, markvisst, hafi aðgang að efni á móðurmálunum og þau séu sýnileg. Og við þurfum að muna að tala móðurmál í fleirtölu. Þau eru ansi mörg á Íslandi. Nú tengslu fjölskyldur og samfélag. Það þarf að virkja fjölskyldur til að taka þátt í skólastarfinu og leita markvisst til þeirra varðandi hugmyndur skólastarf. Einnig er mikilvægt að skólinn tengi starfinu í sínu nærsamfélagi, hvort sem það hverfi, þéttbýli eða dreifbýli og sé virkur þáttakandi í mótun þess. Og að lokum þarf að leggja áherslu á að vinna á lýðræðislegan hátt að mótun skólastefnu með þáttöku kennara, foreldra og nemenda. Og eingöngu með þeim hætti mun hún hafa fulla merkingu fyrir alla þegna í skólasamfélaginu. Og ekki má gleyma hugsjón eða framtíðarsýn skólans. Mér langar að enda á að segja ykkur frá verkefni sem að ljúka hjá okkur, nýju norrænu rannsóknarverkefni sem að ljúka þessu ári, 3 ára verkefni sem hefur farið fram á Íslandi, í Noregi, Finnland og Svíþjóð og áhersla þar hefur verið lögð á að athuga leikgrunn og framhaldsskóla þar sem nemendum af erlendum uppruna hefur gengið vel námslega og félagslega. Og við héldum lokaráðstefnu hérna í háskólanum daginn í október. Í þessu verkefni hefur einmitt komið fram að
Þrátt fyrir að stefnur og námskrár styðji við margbreytileika nemenda vantar víða markvissa innleiðingur, eins og ég verið að tala um. Hvernig ætlum við að innleiða þessar fögru stefnur? Gott skólastarf með börnum af erlendum uppruna í þessum skólum gjarnan á ábyrgð einstakra kennara sem hafa sérstakan áhuga á málefninu. Innleiðing því viðfangsefni sem býður margra skóla, svo að menntun kennara og dreifing þekkingar á málefnum nemenda af erlendum uppruna. Verkefnið og niðurstöður þess gefa margvíslega vísbendingar hvernig þróa má farsælt skólastarf með nemendum og hópum innflytjenda. Og rannsóknir hafa sýnt að slíkt skólastarf gagnast öllum nemendum vel. Af niðurstöður rannsóknirnar má ráða að mikilvægt sé að stuðla menntun kennara í fjölmenningafræðum og á sviði fjöltyngisfræða og þörf virðist vera bæði á formlegri menntun svo og símenntun. Einnig virðist skorta nám á sviði annarsmálsfræða og kennslufræða í meirihluta málum landanna 4. Innflytjendabörn og nemendur í mörgum skólana í rannsóknina á ábyrgð tiltekinna kennara sem einkum starfa í móttökudeildum eða öðrum starfseiningum eða með öðrum innflytjendabörnum. Og mikilvægt að allir kennarar komi að kennslu innflytjendabarna og ábyrgði sér skólan í heild. Og þetta ekki bara í Íslandi, þetta í öllum löndunum að koma fram. Og kennarar og stjórnendur þurfa að gera kröfu til innflytjendanemenda og gæta þess að ekki sé gefin afsláttur á námi eða slegið af kröfum. Dæmi voru slíkt í rannsókninni en þar til misskilda góðmennsku að ræða sem getur haft slæm áhrif á námsframvindu barnanna og jaðarsett þau. Mikilvægt að byggja á öllum tungumálum og styðja fjöltyngi með margvíslegum aðferðum og jafnframt nauðsynlegt að fjölga móðurmálskennurum til að kenna og styðja við móðurmál innflytjendabarna. Leggja þarf áherslu á heildarsýn á innflytjendabörn og nemendur þar sem hugað að félagslegri velgengni ekki síður en námslegri. Í skólunum í rannsókninni mikilvæg og góð þekking víða fyrir hendi en hægt á að sú þekking og aðferð glatist ef ekki hugað markvisst að því að viðhalda henni og þróa hana áfram. Hugað þarf þess vegna að sjálfbærri forystu og þekkingu. Og til að miðla góðri þekkingu og aðferðum nauðsynlegt að skólar, kennarar og stjórnendur og aðrir starfsmenn starfi saman, miðli hugmyndum, þekkingu og aðferðum. Lítið var slíkt í rannsókninni og hver skóli virtist þróa eigin þekkingu og aðferðir. Nú foreldrasamstarf einn af lykilþáttum í velgengni nemenda og í sömu skólum í rannsókninni skorti frumkvæði í samskiptum við foreldra en í þeim skólum þar sem slíkt frumkvæði var fyrir hendi hafði þróast farsælt starf með innflytjendabörnum og fjölskyldum þeirra. Að lokum að segja að í stórum dráttum sé í skólunum í rannsókninni víða að finna vandað, metnaðarfullt og farsælt skólastarf sem gefur vísbendingu hvers konar velgengni hægt að ná þegar stjórnendur, kennarar, foreldrar og nemendur vinna saman að þróun fjölmenningarlegs skólastarf. Og ljóst að ýmislegt má læra af niðurstöðum rannsóknarinnar og miðla til skóla og stefnumótandi aðila og menntakerfa á Norðurlöndunum og víðar. En ég þakka fyrir áheyrnina. Ágæti rektor og kæru gestir, ég vil nú byrja á því að fá að þakka fyrir þann heiður sem mér sýndur að fá að vera með ykkur og taka þátt í þessar umræðu menntun og fjölmenningu og vil hrósa háskólanum sérstaklega fyrir að setja þessa málþingsröð á dagskrá. Og ég segi ekki að háskólinn sé með því að rjúfa ákveðna þögn málaflokkinn. Það sannarlega mikið talað fjölmenningu en það sem mikilvægt í þessu að hér engar síður verið að rjúfa þögn svona skipulega og markvissa og uppbyggilega umræðu þessi mál á tímum sem að það þarf. Ég get ekki orða bundist en nefna það í ljósi þess að það var fjölskylda frá Albaníu flutt brott í nótt í raun í skjóli myrkurs og fyrstu viðbrögð yfirvalda voru við munum ekki tjá okkur neitt þetta og eftir situr samfélag sem fullt af spurningum eins og það hver stefna stjórnvalda gagnvart hælisleitendum og fjölskyldum sem eru hér. Eigum að beina albunum almennt í það að sækja frekar dvalar og atvinnuleyfi, akkur þá ekki rétt að segja það. Og ef það eru dæmi það að albanskar fjölskyldur hafa fengið hæli af mannúðarástæðum, til dæmis vegna heilsufarsvandamála,
Af hverju má þá ekki ræða það hvort að þessi fjölskylda féll eða féll ekki undir þetta, eða búið að taka einhvers konar ákvörðun án opinberrar umræðu einhverjar hluti, einhverjar línur það að Albanir eigi ekki heima í flokki þeirra sem fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum, án þess að það sé rætt opinberlega og sett á borðið og þá hugsanlega sammælst það eða tekist á það. Undirtónninn í þessu umræða sem minnir mjög mikið á upphrópanirnar áður en við gengum í EES það flóð fátæks fólks frá Austur-Evrópu sem myndi fylla við góða land Ísland og áhyggjurnar af Pólverjónum og öllum sem áttu hér öllu að spilla en hafa ekki gert. Samfélagið miklu auðugra og ríkara með því að hafa fengið hóp innflytjenda allstaðar að úr heiminum. Og ég held að það hljóti að þurfa að vera grundvallaratriði í þessu. Í fyrsta lagi að við ræðum þessi mál, að stjórnvöld treysti sér til að fara rök fyrir þeirri stefnu sem verið að reka, að það sé ekki látið eins og það sé prívatmál einhverjar útlendingastofnun eða einhvers innanríkisráðuneytisins, hvernig ákvarðanir eru teknar í einstökum tilvikum, heldur sé þetta allt hluti af samfélagslegri umræðu sem við eigum rétt á að vera hluti af og þá þarf að vera einhver viðmælandi. En þetta var nú inngangur í tilmynd dagsins en samt hlut af því sem ég vil hrósa háskólanum fyrir vegna þess að þarna að koma upp fletir bara í amstri dagsins og fréttum dagsins sem að ég held að séu vissulega viðkvæmir en þeir eru brennheitir, þeir særa réttlætiskennd, þeir fjallum sjálfsmynd okkar og hvernig við ætlum að bregðast við sem þjóð þegar að við erum að upplifa stærsta straum flóttafólks í Evrópu frá seinna stríði. Hvar ætlum við að staðsetja okkur í umræðunni, hver skoðun okkar sem samfélags og hvernig ætlum við að bregðast við því. En ég var beðinn að flytja hér stuttlega yfirlit nýja fjölmenningarstefnu fyrir skóla- og frístundastarf Reykjavíkurborgar sem kallast Heimurinn hér og ég ætla ekki að svíkjast undan í því þó að hér væri hægt að halda aðra ræður líka. Þetta sem stefna sem tók gildi í Reykjavík síðasta ári og tekur til alls lærdómsumhverfis barna og ungmenna með tilliti til fjölmenningar. Markmiðið það, kallast mjög vel á við inngangserindið, að öll börn geti náð árangri í námi og leik og að þau standi félagslega vel að vígi og fái líka tækifæri til að vera stolt af bakgrunni sínum og menningu. Í Reykjavík býr nefnilega fólk með ólíkar rætur. Það sama hvort að það frá Raufarhöfn eða Rotterdam eða fætt í Oslo eins og ég eða Sri Lanka eins og einhverjar aðrir, Póllandi, Danmörku. Við orðum þetta oft þannig að við erum öll Reykvíkingar. Enga síður, þau sem búa hér. Og það held ég að vera okkur leiðarljós og borgir í raun brjóstvörn umburðarlyndis í heiminum. Borgarstjórar eru miklu frjálslyndari og opnari í innflytjendamálum heldur en forsætisráðherrar, almennt, og ég alls ekki að tala Ísland hér. Já. Þetta líka við móttöku hælisleitenda og flóttafólks og þetta gildir almennt alla Evrópu og líka Bandaríkin og sjálfsagt víðar. Borgir nefnilega sjá það og upplifa borgarbúar á hverjum degi að samfélög eru samsett af fólki sem eru ólíkt og með mismunandi þarfir með alls konar uppruna og það ekkert öðruvísi með það þegar kemur að börnum með erlendum uppruna nema að þar eru ákveðnar þarfir og þeim þarf að mæta. Við höfum árabil verið að leitast við að auka þekkingu og skilning á málefnum fjölmenningarsamfélagsins og þeim áskorunum sem í því felast því að við eigum heldur ekkert að sópa því til hliðar að það getur verið flókið og samfélög sem vilja gera vel hafa þróast frá því að leggja svo mikla áherslu á tungumál landsins þangað sem fólki nú komið og flutt að það megi helst ekki tala neitt annað tungumál en það yfir í það að leggja ríkari rækt við einmitt móðurmál viðkomandi vegna þess að það að kunna góðskil á sínu eigin móðurmáli lykillinn að því að læra það næsta og þar með talið tungumál viðtökulandsins eða nýja heimalandsins.
Ég mjög stoltur af þessari stefnu og ég hvet ykkur öll til að kynna ykkur hana. En þar með sagt þar með ég ekki að segja að það sé allt komið í höfn eða að það sé allt í lagi hjá okkur. Mér finnst eins og að tónninn sem gefinn þarna mjög mikilvægur og ætla að leyfa mér að stela svolítið fallegri hugsun frá forvera mínum Jóni Gnarr, borgarstjóra, sem skrifaði stuttan inngang að stefnunni. Við held að skilja nefnilega allir samlíkinguna. Fólk nefnilega eins og snjallsímar. Þeir eru ólíkir með alls konar möguleika, en það ekki útlitið á liturinn sem skiptir máli, heldur hugbúnaðurinn. Kannski ætti þetta að vera svona innleiðandi setningar að allri umræðum fjölmenningu, vegna þess að þarna held ég að það kveiki allir. Já, einmitt, já. En samt eftir því sem þeir eru dýrari, nei. En merkilegt nokk þá má samt eiginlega segja að heimurinn hér, sé ein fyrsta stefnumótun borgaryfirvalda sem ávarpar allt lærdómsumhverfi barna og ungmenna á grunni fjölmenningar. Þetta eru 3 stoðir, í fyrsta lagi fjölbreyttir kennsluhættir, í öðru lagi íslenska sem annað mál og virkt tvítingi. Virkt tvítingi, það hljóma framandlega, en það hugtak sem við eigum eftir að heyra og fást meira við á næstu árum og ákveðin lykill að því sem við erum að gera í okkar vinnu. Og svo foreldrasamstarfið sem gríðarlega mikilvægt eins og komum við inn á hér áður. Stefnan verður innleidd með námskeiðum fyrir kennar og starfsfólk, samstarfi meðal annars við Háskóla Íslands, móðurmálssamtök, endurskoðaðri úthlutun til grunnskóla vegna íslenskukennslu og við viljum leitast við að efla móðurmálskennslu fyrir tví- og fleirtengd börn með því að ráða farkennara sem fara á milli skóla og Sabine Leskov leiddi starfshóp sem fór sérstaklega yfir þetta og gerði ítarlegar tillögur. Við viðurkennum að þarna erum við rétt að byrja, en þarna sjáum við líka eins og statistikinn úr PISA tölfræði sem við eigum að skammast okkar fyrir. Það margt sem bendir til þess að við höfum algjörlega brugðist börnum af erlendum uppruna þegar kemur að mikilvægum þáttum menntakerfisins. Við sjáum þetta í tölum brottfall á framhaldsskólastiginu, við sjáum þetta í PISA-niðurstöðunum, en við sjáum þetta líka víðar. Eigum við að tala þessum Fellaskóla. Þar eru 7 af hverjum 10 nemendum sem eiga annað móðurmál en íslensku og lengi vel var það nokkurs konar sport í opinberri umræðu að tala fyrstulega illa Breiðholtið og sérstaklega illa Fellaskóla og það sem kannski var óþægilegt í því að Fellaskóli skrapaði oft botninn í öllum samanburði. Löngu áður en hér voru margir innflytjendur, þá var Fellaskóla oft neðstur í samræðuprófunum, ekki satt. Við ólumst svolítið upp við þetta. Ég ætla hér að tala Fellaskóla sem dæmi skóla þar sem með samhentu átaki skóla og heimila hefur ekki bara verið sett stefna það að lyfta grettistaki í kennsluháttum sem gagnast mundi börnum af erlendum uppruna, heldur hefur það tekist. Við vitum það á tímabilinu 2003 til 2013, auðvitað mikið lengur, var hlutfall nemenda í Fellaskóla sem gat lesið sér til gagns allt of lágt, með í lægsta í Reykjavík. Eða á bilinu 22 til 49%. Eiginlega alltaf, og alltaf á þessu tímabili, undir meðaltali borgarinnar. Það sem við sjáum eins vegar núna undanfarin ár, 2014, þá hækkaði þetta hlutfall í 65%. Og 67% 2015 og þar með Fellaskóli komin yfir meðaltal skólana í borginni og hvernig gerðist það? Þetta gerðist þannig að það var farið í markvissar aðgerðir til að bæta læsi, svo sem markvissa málörfun, nýjar kennsluaðferðir í lestri, til dæmis PALS-nálgunina sem margir hér þekkja sem byggir á samvinnunámi. Það var stóraukin áhersla lögð á að bæta orðaforða, meðal annars í gegnum spil og leiki. Það var hreint af stað þróunarverkefnum eins og 1, 2 og Fellaskóli sem samþættir betur skóla- og frístundastarfið í 1. og 2. bekk. Það bara algjör samfella í ýmist leikur eða skólastarf og með þannig tryggir það lengri viðveru í íslensku málumhverfi. Það vil líka
verið einstaklega áhugaverð starf þarna sem felst í samstarfi leik- og grunnskólana á svæðinu, í verkefninu Okkar mál sem hefur nú verið verðlaunað raunar. Við vitum auðvitað ekki nákvæmlega hvaða einstöku þættir hafa skilað þarna mestu, en það allavega eitthvað sem að virka og það sem við vitum að þessir undirliggjandi þættir sem efnahagsleg staða foreldra, menntunarlegu bakgrunnur, að þeir hafa ekki verið að taka einhverja kollnýsa á þessum undanförnu nokkru árum. Þannig að þarna komið bæði áhugavert rannsóknarverkefni en líka dæmi eitthvað sem settur hefur verið fókus á og hefur skilað árangri og skiptir þar með máli. Og mér finnst líka mikilvægt að við drögum það fram að þetta ekki bara risastórt verkefni sem vonlaust að leysa, heldur þetta verkefni sem krefst athygli, skipulegra nálgunar, að við fylgjum því eftir með þá starfsfólki og þjálfun og innleiðingu og mælum árangurinn, fylgjumst með hvernig gengur. Þegar ég gríðarlega stoltur af þessu og ég held þetta sé mikilvægt dæmi til þess að okkur fallist ekki hendur. Það eru 19% barna á leikskólum borgarinnar sem eru með annað eða bæði foreldri sem tala annað móðurmál heldur en íslensku og þetta 1300 börn, 1326 síðast því ég taldi. Og 1000 af þessum börnum eru með báðaforeldra sem hafa ekki íslensku á móðurmáli. Tölurnar merkilegt nokkur ekki til jafn nákvæmar fyrir grunnskólastigið en þið áttu ykkur á bara af þessum tölum hvað verkefnið stórt og mikilvægt til þess að ná árangri í læsi almennt. 20% hópsins hefur gríðaleg áhrif á meðaltalið, jafnvel þó við verum bæði að hugsa það, en svo þetta líka bara alls konar einstaklingar, alls konar fólk sem við viljum búa eins góða framtíð og við getum í borginni og landinu. Þetta verður áfram mikilvægt verkefni. Nú verið að tala það að taka við fleiri flóttamönnum og hælisleitendum. Þar að veru börn og þau þurfa góða þjónustu. Þetta eru fjölskyldur. Við hjá borgin eru tilbúin að taka við miklu fleiri og það ekki ennþá farið að tala það við okkur hvort og hvað við viljum taka við mikið af flótta fólki en við erum það byrja eina sveitafélagi sem að taka við hælisleitendum í einhverjum mæli fyrir utan Reykjanesbæ en vonandi fara nú línur að skýrast í þessu. En það atriði þessu sem ég vildi nú nefna þó að kom ekki inn á þetta beint að við höfum útbúið hingað til regluverki þannig að það skiptir máli hvort þú sért kvótaflóttamaður, flóttamaður eða hælisleitandi með hvað það varðar, hvað réttindi þú hefur á þjónustu og atbeina í skólum og við erum að reyna að breyta þessu. Við settum fótinn niður í samvinnu við Samband íslenskra sveitafélaga og lögðum þá línu í viðræðum núna í haust að það ætti ekki að skipta máli hvort þú verður skilgreindur sem kvótaflóttamaður, þá færðu fulla þjónustu, flóttamaður, sem þá oft fyrrverandi hælisleitandi eða hælisleitandi, að þú átt að fá sömu þjónustu og aðrir krakkar í viðkomandi skóla. En auðvitað geta komið fjölmörg önnur mál í tengslum við aðstæður fólks sem sækir hæli eða á flótta sem þarf þá að taka á og skólinn oft umhverfið til að taka á því þó hann hafi ekki alla burði í það í öllum tilvikum og við þurfum líka að hugsa fyrir því. Við þurfum að ræða það hvort að við eigum að koma upp móttökubekkjum fyrir börn hælisleitenda og flóttafólks til að búa það hratt og vel undir sérstakri ummönnun og námi fyrir í raun það að setjast í hefðbundinn bekk og við eigum að læra af reynslu Norðurlandi í þessu að mínu mati og reyna að gera eins vel og við getum. Þetta mætti líka hafa langt mál sem ég ætla þó að reyna að stytta en vil undirstrika að stefnan liggur fyrir. Ég held hún sé vel grunduð og byggi á bestu þekkingu. Ég held að það sé rétt að leggja sérstaka rækt á tvítingið og virka tvítingið og
auðvelda þannig börnum að ná vald á íslensku í gegnum það að styrkja þau samhliða og eiginlega fyrst í eigin móðumáli og vil ítreka þakkir og hrós til Háskóla Íslands að taka utan þennan mikilvæga málaflokk, halda uppi upplýstri umræðu hann og þar með setja þessi mál á dagskrá eins og nauðsynlegt ekki síst í dag. Takk. Góðan daginn. Mér langar að þakka fyrir að vera boðið hingað í dag og bara óska okkur til hamingju með daginn. Byrja á því. Eins og fram hefur komið þá ég deildarstjóri móttökudeildar við Lækjarskóla í Hafnarfirði og hef verið síðastliðin 13 ár. Fyrir 15 ára síðan þá stóð ég sem íslenskukennari á unglingastigi frammi fyrir því að vera að kenna Hrafnkels sögu Freyskoða og í bekknum hjá mér voru 5 nemendur af erlendum uppruna. Og ég verð bara að viðurkenna að ég varð alveg vanmáttugur gagnvart þessu verkefni. Hvernig átti ég að koma þessu til skila, hvernig átti þau að tengja við þessa sögu frekar en margir aðrir íslenski nemendur mínir. Og það má eiginlega segja að það hafi akkúrat þarna verið sem að áhugi minn á þessum málaflokki bara byrjaði. Og ég hef unnið að málum erlendra barna sérstaklega á grunnskólastigi síðan. En það líka kannski leiðilegt frá því að segja að ég hitti enn þann dag í dag kennara sem líður núna nákvæmlega eins og mér leið þá. Og það kannski bara umhugsunarefni í því hvernig við erum að vinna og hvernig við erum að mennta kennara til að kenna í fjölmenningarlegu samfélagi sem hefur breyst mjög mikið síðastliðin 20 ár. Í dag ætla ég aðeins að fara með ykkur yfir þá reynslu sem við höfum sem móttökudeild af móttöku erlendra barna og hvernig sú reynsla hefur nýst okkur í svona tiltölulega nýju verkefni sem móttaka flóttabarna og barna hælisleitenda. Ég mun fara frekar hratt yfir sögu í sambandi við móttökudeildina því að það var nú efni í annað málþing að mínu viti. En í Lækjarskóla hefur síðan 2002 verið starfrækt móttökudeild fyrir erlenda nemendur í 5. til 10. bekk. Þar sem þeir fá sérstakan stuðning, námslegan, félagslegan og tilfinningarlegan fyrstu skrefin í nýju samfélagi. Þegar erlendu nemendum fór að fjölga í grunnskólum Hafnarfjarðar upp úr síðustu aldamótum kom í ljós að þeir þurftu töluverða aðstoð í byrjun og deildin var hugsuð sem aukið þjónusta við þessa nemendur. Deildin safndeild fyrir Hafnarfjörð og það alltaf val foreldra hvort þeir þiggi þjónustu. Frá stofnun hafa tæplega 150 nemendur frá 35 þjóðlöndum stunda nám í deildinni til lengri eða skemmri tíma. Þessi nemendur hafa komið hvaðan af að úr heiminum með mismunandi bakgrunn, menningu og reynslu í farteskinu. Fyrir okkur eru þessi nemendur aldrei nöfn á blaði eða tölur í Excel-skjali þegar kemur að því að útdeila fjármunum til dæmis. Heldur lifandi einstaklingar sem hver og einn hefur auðgað skólasamfélagið og gert það litríkara. Við höfum haft nemendur sem hafa komið ólæsir og óskrifandi á eigin móðurmáli á unglingsaldri og við höfum líka haft nemendur sem hafa sannarlega skarað fram úr og alla flóruna þar á milli. Ég gæti sagt ykkur ótal sögur af nemendum okkar, væntingum og sigrun, en ég ætla bara að segja ykkur eina. Fyrir nokkrum árum kom til okkar drengur frá landi sem talaði tónamál og hann var að koma í 10. bekk. Fyrstu 4 mánuðina sagði hann ekki orð og ég var farin að hafa ágjör að því að hugsa hvað að, hann með kjörþögli, hvað að trufla svona mikið. Í janúar spurði hann mig hvort að sögnin kæmi væri viðtengingu hætti nútíðar eða þátíðar. Stuttu seinna kom kennari deildarinnar til mín og sagði hvað heldur hann hafi sagt.
Hann sagði ég var með þágufallssýki. Og að vori tóku sér nemandi samræmt próf úr 10. bekk í íslensku með 6 í einkunn. Og ég segi, gera bara aðeins betur. Það er reynsla okkar að það er töluverð áskorun fyrir nemendur að fóta sig í nýju samfélagi og fyrsta ári reynast oft erfitt fyrir margra hluta sakir. Börnin standa frammi fyrir því að læra nýtt tungumál, læra á nýtt samfélag, menningu, veðurfar, siði og hefðir, skráðar og óskráðar reglur og margt fleira og það tekur á. Þau missa oft námslega og félagslega stöðu tíma sem reynast erfitt. Það söknuður eftir vinum og ættingjum, öllu því kunnulega sem þau þekkja og skilja og byggja sjálfsmynd sína á. Nær allir okkar nemendur ganga gegnum erfiðan tíma og ákveðið sorgarferli fyrsta árið. Og þá er mikilvægt að vera til staðar, sjá og greina merkin og veita þá aðstoð sem að við á hverju sinni. Börnin þurfa því sérstaklega mikinn stuðning fyrsta árið og oft töluvert lengur þó það sé einstaklingsbundið. Þau fá kennslu í íslensku sem öðru máli, stuðning við sitt eigið móðmál, þau fá annan námslegan stuðning, aðstoð við félagslega tengingu og síðast en ekki síst leggjum við áherslu á tilfinningarlegan stuðning. Í umróti fyrsta ársins skiptir öruggt námsumhverfi og traust miklu fyrir námslegar framfarir þeirra. Deildin er tiltölulega lítil eining og við höfum tækifæri til að vinna á einstaklingsmiðaðan hátt með nemendum og út frá þeirra eigin forsendum. Sumir eru fljóta að aðlagast nýju umhverfi á meðan önnur þurfa aðstoð til lengri tíma. Allt þetta er unnið í nánu samstarfi við foreldra eins og Hanna kom inn á áðan, þá er það mjög mikilvægt og það var líka þetta foreldrasamstarf alveg efni í annað erindi. Besta uppskeran í starfi okkar er þegar við sjáum á eftir nemendum okkar og finnum að þeir þurfa ekki aðstoða lengur við. En þetta er markmið okkar alltaf að börnin nái þeirri færni að þau geti stundanám og störf á jafnréttisgrundvelli, að þeim bjóðist virkilega tækifæri til að nýta hæfileika sína í þágu samfélagsins. Það að ná góðri færni í íslensku og ná að fóta sig í nýju samfélagi getur tekið langan tíma. Það er tími sem við verðum að gefa börnum af erlendum uppruna, eigi þau að njóta sömu tækifæri og önnur börn í þessu landi. Svo aðstoð sem þau þurfi í byrjun kostar kannski töluvert, en til lengri tíma litið er hún en besta fjárfestingin. Og varðandi þetta þá langar mig að segja ykkur smásögu að fyrir nokkrum árum síðan var haldin samkeppni fegursta orðið í íslensku sem við munum kannski öll eftir. Og fyrsta orðið sem að mér datt í hug var af nýslátrað. Kannski svolítið sérstakt, en það er sá bak við það. Vegna þess að ég var stödd í kjötborði og mætti það nemanda sem var að afgreiða mig nokkrum árum eftir að hún hafði lokið skóla og var að vinna með menntaskóla og ég spyr, hefur þetta kjöt frosið? Af því að ég vil helst hafa þannig að lambakjötið mitt hafi frosið. Og hún snýr sig við á næstu mannsku og segir, er þetta af nýslátruðu? Og ég get svarað að ég held að ekkert orðið í íslensku hafi glatt mig jafn mikið. Vegna þess að þarna var þessi stelpa sem hafði verið að ströggla mikið í byrjun. Nokkrum árum seinna er hún komin á það stað, hún er í menntaskóla, hún er að vinna með vinnu og hún var búin að öðlast orðaforða sem jafnvel mín börn myndi ekki nota. Og þetta var mikið gleðaefni og það er akkurat þetta sem að kannski við erum að ræða hér. Að það er þessi staður sem við viljum að nemendur komist á. Nú stöndum við náttúrulega frammi fyrir því verkefni sem við höfum svo sem gert áður að taka á móti fólki á flótta og börnum á flótta. Og Hafnarfjarðarbær tók síðastlið haust á móti 6 manna fjölskyldu. Það var síðast ár 1999 sem við tókum við flóttamönnum frá Kosovo, þannig að það hafði svolítið fennt yfir þessa þekkingu.
En ég ætla aðeins að fara yfir það bara hvernig verkefni hefur tekist eða þessi móttaka. Það var stofnað þverfaglegur undirbúningshópur vegna móttöku fjölskyldunar og það var gert með það markmiði að í raun og veru brjóta niður svona múra á milli stofnana og deilda sem oft vilja verða. Þannig að fólk sem vinnur á sama markmiði það vinnur saman. Þetta voru fulltrúar fræðslusviðs og fjölskylduþjónustu, Rauða krossins, heilbrigðis, geirans og fulltrúar forvarnamála. Þessi hópur hittist allan veturinn og fór yfir ýmislegt varðandi móttöku, hvernig gengi og hvað mætti betur fara og ég held að þetta hafi verið mikilvægt skref og mjög mikilvægt vinna í því hvernig tókst til. Hvað var undirbúning í skólanum? Þá hófuðu sinna börn námi í Lækjarskóla með mikla tengingu við móttökudeildina fyrst og svo reynsla og þekking sem þar hefur skapast í gegnum tíðina og bara í skólanum öllum hún skipti miklu máli. Kennarar og starfsfólk þeir fengu fræðslu frá velferðarráðuneyti og mannréttindaskrifstofu og við ákváðum í raun og veru að taka þá stefnu að vera ekki að blása en neina lúðra í skólanum eða beina eitthvað svona mjög sérstakri athygli að þessum nemendum. Við fórum inn í umrædda umsjónarbekki og ræddum við samnemendur hvað það fælist í því að vera flóttamaður og þeim var gefið tækifæri til að spyrja spurningar sem á þeim hvíldu. Ég held eftir á að hyggja að þetta hafi verið góð ákvörðun. Lækjarskóli er mjög fjölmenningarlegur skóli, við getum orðað það svo, þar eru yfir börn af 40 þjóðernum í skólanum. Þannig að íslensku börnin eru mjög vön því að þessi börn af erlendum uppruna með þeim í bekk. Við ákváðum að vera ekki að skilgreina þessa nemendur sem voru að koma neitt sérstaklega sem flóttamenn eða börn sem þyrftu einhverja sérstaka samúð, enda skilgreina þessu ekki þannig sjálf. Þannig að mjög fljótlega urðu þau bara eins og aðra nemendur hluti af þessu litrika skólasamfélagi. Við gátum ráðið, eða höfum tækifæri, til að ráða farsímalandi starfsmann til skólans og fjölskylduþjónustu og það gerði bara gæfumuninn fyrir okkur. Hún reyndist ómetanlegur stuðningur, bæði við fjölskylduna sjálfa, starfsfólk skólans og starfsfólk fjölskylduþjónustu. Hún útskýrði ýmislegt fyrir okkur, varðandi menningu, viðhorf, trú, siði, framgöngu og annað sem við hefðum aldrei vita annars. Og ég mæli bara með því fyrir þau sveitarfélög sem að fara að taka á móti hópum flóttamanna að leitast við að ráða hæfa starfsmenn sem tala viðkomandi tungumál. Eins og ég sagði án, það hefur svo reynsla og þekking af málefnum erlendra barna sem hefur skapast í Lækjarskóla og nýttist mjög vel. Og þetta á við reynslu allra, kennara, barna og annars starfsfólk. Við höfðum tækifæri til að veita þessum börnum svona hæga skólabyrjun og rólegt námsumhverfi og gefa þeim svigrúm í nýjum og framandi aðstæðum. Fyrstu vikurnar fóru rólega á stað, þau byrjuðu ekki í fullum skóladegi, enda urðu við vör við að þau voru töluvert þreytt til að byrja með. Og þurfti að læra náttúrulega ótrúlega mikið. Þau voru að læra nýtt stafróf, nýja skrif, átt, tölur, hljóðkerfi, jafnvel dagatal var ekki það sama. Og þau þurfti bara sinn tíma. En svona smátt og smátt að þá jókst viðvera í skólanum og þau fóru að fara bara inn í almenna bekki og hefur gengið mjög vel. Það var einnig unnið sérstaklega með félagslega tengingu og það verður að segjast eins og að bara nemendur í umsjónarbekkjum og samnemendur voru bara mjög góðir og tóku sig upp á arma sína að fara út í kaldan íslenskan vetur í frímínútur og það bara gekk eins og best verður ákosið. Já. Ég tel að sú áhersla sem við höfum lagt á í móttökudeildinu og auðvitað margir skólar hafa gert að skapa nemendum mjög öruggt námsumhverfi og vinna traust, það skipti ótrúlega miklu máli það hvernig gengur. Þetta eru stór skref að taka, sérstaklega fyrir börn flóttamanna og börn hælisleitenda. Þau þurfa aðstoð og það aðstoð sem þau munu fá.
Annar hópur barna sem langar sérstaklega að ræða í dag eru börn hælisleitenda, sem eru náttúrulega hópur sem við erum svona rétt að byrja að fá hérna í öðrum sveitarfélögum heldur en kannski í Reykjanesbæ. Umsóknum um hæli þeim hefur fjölgað verulega síðustu mánuði og í auknum mæli eru hælisleitendur að koma með börn með sér. Þessi hópur barna hefur ekkert verið sérstaklega mikið í umræðunni fyrir en kannski síðustu mánuði þegar það kom upp að þau hafði ekki skólavist og eins og Dagur er bent á, við erum að lesa það á hverjum degi að þau séu send úr landi. Ég hef sérstaklega áhyggjur af þessum hópi barna og það er full ástæða til þess að huga sérstaklega velferð þeirra á meðan þau dvelja hér. Eins og önnur börn á flótta þá hafa þau í mörgum tilfellum upplifað hluti sem ekkert barn ætti að hafa upplifað og svo reynsla hún hvílir þungt á þeim. Í sumum tilfellum hefur fólk þvælst á milli landa í leita hæli og slíkt ferðalag það reynir mjög á alla og sérstaklega börn. Og þar sem börn kvótaflóttamanna eru komin í öruggt skjól, þá eru þessi börn ekki. Börn hælisleitenda ásamt foreldrum sínum eru biðstöð á meðan málið er tekið fyrir sem tekur oft langan tíma og þau vita ekkert hvað þau verður. Þetta eru streituvaldandi aðstæður fyrir alla fjölskylduna. Foreldrar hafa litla framfærslu, það er yfirleitt ekki allast þessu vinni og þau eru algjörlega utanaðkomandi aðstokkomnir og hafa þeir litlar forsendur til að vera talsmenn barna sinna. Ég finn nánast áþreifanlegan mun á líðan barna hælisleitenda og annarra barna sem við erum að sinna í skólanum. Það er eins og hvíli farga á þessum börnum. Þau eru ekki örgum framtíðina á fjölskyldunar og við þekkjum öll að óvissan og óttinn er versti óvinurinn. Og í þessu sambandi langaði mig að nefna, við vorum svo heppin að Dr. Nicole Dubus, ég vona að bera rétt fram, sem er hér á landi. Ég ræddi þetta aðeins við hana því ég hef sérstaklega áhyggjur af þessum börnum og hún sagði það á að segja þeim sannleikann. Og við vitum nánast hvaða fjölskyldur verða sendar á landi með við stefnustjórnvalda og hún samkvæmt henni það bara á að segja þessum börnum sannleikann. Og þegar hún sagði þetta fékk ég bara hnút í magann og ég sagði, er það mitt hlutverk? Hvers hlutverk er það í raun og veru að segja þeim sannleikann að þau geta verið send úr landi hvernig sem er? Við vitum að mörg þessara barna verða send í burtu eins og gerðist í nótt og það þýðir einfaldlega að við sjáum að bak þeim í aðstæður sem við þekkjum ekki. Ég spyr sjálfa mig að því hvernig hjálpum við þessum börnum best á meðan að hælismeðferð stendur. Tökum við inn í skólana á sömu forsendur og önnur börn eða þurfum við að huga sérstaklega að því að útvega þeim verkfæri sem nýtast þeim á frekari flótta og hver eru þau verkfæri þá helst. Í Lækjaskóla höfum við farið þá leið að taka á móti börnum hælisleitenda eins og öllum öðrum börnum. Skapa þeim hlýlegt og gott umhverfi til náms, kenna þeim íslensku sem annað mál, styðja þau í öðrum námsgreinum og aðstoða við félagslega tengingu. En ég spyr mig, er þetta rétta leiðin? Hvaða leiðir nýtast þeim best? Og þetta eru spurningar sem við glímum við á hverjum degi. Og með þessum orðum er ég í raun að kalla eftir samtali málefni akkúrat þessara barna. Svo að lokum bara nokkrar hugleiðingar mínar. Á stuttum tíma hefur Ísland farið frá því að vera frekar einsleitt samfélag til þess að vera mjög margbreytilegra samfélag. Og það er ekki nokkur vafi í mínum huga að við stöndum aðeins á þröskuldinum af þessari þróun í dag. Á næstu árum og áratugum mun fleira fólk af erlendum uppruna flytjast hingað, enda þurfum við á fólki að halda. Við sem einstaklingar sem byggjum þetta samfélag þurfum að skoða viðhorf okkar til þessara þróunar og spyrja okkur ákveðinna spurninga. Hvert er viðhorf okkar til innflytjenda og flóttamanna? Lítum við svo á
að innflytjendur og flóttamenn séu raunverulega hluti af samfélaginu eða eru þeir aðkomumenn ókomna tíð, eins og sumir náttúrulega upplifa sig. Og þegar ég hugsa þetta þá detti mér oft í huga að pabbi minn bjó 2/3 hluta ævi sinni í Hafnarfirði. Og þegar hann fluttist til Hafnarfjarðar þá var það svona tiltölulega lítið og lokað samfélag og hann sagði einhvern tímann við mig, veistu að Kristrún, ég er búin að búa 60 ár í Hafnarfirði og ég er ennþá aðfluttur andskoti. Og það er þetta sem ég hugsa hvað er það að tilheyra raunverulega? Eru viðhorf okkar skoðanir og framganga til þess fallin að innflytjendur og flóttamenn finnist þeir tilheyra samfélaginu? Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að margir innflytjendur víðum heim og allstaðar eru að glíma við, að þrátt fyrir það er borgið sína skatta og hefur menntað sig og annars slíkt, að þá finnst þeim ekki raunverulega að þeir vera hluta samfélaginu. Er íslenska lykillinn að íslensku samfélagi? Þetta er eitthvað sem maður les og eru háleit markmið og eru sögð á hátíðisdögum. Einu sinni hitti ég konu af erlendum uppruna sem var búin að leggja sig mjög fram að læra íslensku og á þeim tíma sem ég talaði við hana að þá talaði hann mjög góða íslensku. Og hún segir við mig, og hún fer að ræða þetta og hún segir, þið eru alltaf að segja að íslenska sé lykillinn á íslensku samfélagi. Lykillinn sem ég hef, hann bara gengur ekki að þessu skráargati. Menntun mín er ekki metin til jafns. Ég hef ekki sömu atvinnutækifæri. Jafnvel börnin mín hafa ekki sömu tækifæri. Hvað eru þau eiginlega að meina? Þetta er umhugsunaratriði. Eru við tilbúin að stefna að margtyngdu og margbreytilegu samfélagi eða er slíkt samfélag ógn við íslenskt mál og menningu? Og þetta er eitthvað sem er náttúrulega alltaf í umræðinni og svolítil tilhneiging til þess að vera alltaf að stefna saman einhverjum menningarheimum eða fólki bara almennt. Það er þú á minn kostnað eða öfugt. Og að lokum, höfum við framtíðarsýn? Ég tel að sú framtíðarsýn sem við höfum í málefnum innflytjenda og flóttamanna muni skera úr hvernig samfélag við byggjum eftir 20 ár eða 50 ár. Við þurfum að horfa til samfélagsgerðana til framtíðar. Þegar við svo lítum tilbaka einhverjum áratugum seinna, hvaða mynd viljum við þá sjá? Vorum við sífellt að slökkva elda eða höfðum við í upphafi markmið sem við stefndum að og höfum við náð árangri á þeirri vegferð? Takk fyrir mig.